kvöld og velkomin nýja sjónvarpsstöð Skjárinn. En þetta er Skjárinn 7. október 2018, ekki satt, Jóhannes? En ég er Darri Friðriksson, fréttastjóri. Hvað er Jónki? Ég er ekki Jóhannes, ég er Njáll. Já, gott kvöld, þetta er Skjárinn laugardaginn 12. mars 2022. Já, það er mikill starfsmannaskortur þetta, ekki satt, Jóhannes? Jú, það er mikill starfsmannaskortur, en við skulum alltaf muna að, ég ætla að segja, ekki hvað ætla að segja, Já, ég veit heldur ekki hvað ég á að segja, þannig að yfir til þín, Njáll. Yfir til þín, einhver fyrst þetta. Já. Er þín þetta? Já. Já, vel. Þú veit ekki. Ha, er ekki starfsmannaskortur? Nei, jú, ég veit. Já, þetta. Hvíti monsterinn er búinn. Helvítis fucking alþingisreglum. Jæja, núna er ég, aftur orðin forseti alþingis og það fjöldasmitið og byggja á nefnir COVID. En já, núna er þetta Gísli Rafn Ólafsson, gjör sæl. Við fengum bara, ég vaknaði í morgun og það var ekki venjulega morgun að hafa hvíti monster og búinn í skónum minu og ég er með frumvarp að það er að koma hvíti monster á alþingi en allir geta fengið þessi hvíta monster hvenær sem þau vilja því að hvíti monster er ein ástæða fyrir að ég lifi þannig að hvað hefur við ekki að halda svona atkvæðatalningu það, pappa? Jú, með kjósa. Jæja, þetta var alltaf. Já, það er svona. Það var það. Talaðu skýrt, kona. Talaðu skýrt. Mömmi er horfin. Já, hann er ekki bara veikur. Nei, þú veist við búum saman. Búið ekki saman, ég bý hjá mömmu sinni. Ok, ég bý hjá mömmu hans líka. Þetta er skrítinn. Nei, ég er ekki búin að hringja hann. Já, en á eitt síma. Ég sá því símanum í fyrra. Já, Stelur símanum hjá mömmu. Dóra, hvað er ekki? Mömmi er horfin. Hvað, við ekki bara, við kannum að láta við það? Nei, við búum saman. Hvernig varstu síðan sverður eða? Í rúminu í morgun. Og var hann að fara út? Fara út? Það var ekki að fara út. Hann fór út og glugga. Hvað var sér Dóra, það er stór frétt hérna sem þetta sinna. Hvað er þetta að veila? Það er frétt að mannshvarfstíðni hefur aukist snarlega. Já, þú sé bara þá frétt. Lítum á þetta. Af hverju er að taka þetta? Ok, lítum á þetta. Jæja, við erum velkomin í tvíhöfða. Þetta er svona spesial, eða ekki? Já, og þetta núna nálgast páskar. Já. Það er eitt sem langar að segja á nú við byrjum að sé páskatalinu. Já. Og ég er kannski ekki mesta páskabörnið. Nei, svona það sem er jólbarn. Já. En ég ætla að segja ég bý nefnilega á Selfossi, svo þau veitir kannski ekki öll. Ég bjó í Kópavogi, nú býr ég á Selfossi. Nei, þú býr á Selfossi? Já, ég býr á Selfossi. Ég held þú hefur aldrei sagt í þetta. Nei, ég hef örugglega aldrei sagt þetta. Vita þetta er alltaf bara... Já, ég bjó nefnilega í Kópavogi en ekki lengur. Núna bý ég nefnilega á Selfossi. Sko, ég bjó í Reykjavík. Já. Ég er núna bara að bý á Akureyri. Já, dálítið eins og ég bý á Selfossi en ég bjó í Kópavogi. Þú var ég bara að segja sögum þegar ég flutti til Akureyrar. Nei, ég sé ekki fluttur til Akureyrar. Nei, ég flutti til Akureyrar. Já. Og bara það eru allir svo skemmtilega á Akureyri. En það er engin króna. Já.
Krónan á Selfossi? Já, það nefnilega, Krónan á Selfossi og það sko. Og já, talandi að búa á Selfossi, ég bý einmitt á Selfossi og ég bjó í Kópavogi. Já, þú bjóst í Kópavogi. Talandi Krónuna, hún í Reykjavík og hvað bjóst þú ekki í Reykjavík? Jú, ég bjó einu sinni í Reykjavík. Já, hvað býr núna? Ég bý núna. Já, þú býr núna á Akureyri bara. Já, ég held að ég hef aldrei sett frá þessu. Já, ég hef bara aldrei, ég hef bara komið mjög mikið óvart. Já. Ég hef ekki farið í umræðnið. Jú, með páska, nei, byrju afsakið, ég gleymdi að hafa þig til með nefnilega Selfoss. Já. Já, ég gleymdi alveg að segja þetta. En bara, þú veist, út að ég bý nefnilega á Selfossi, ég bjó í Kópavogi og núna bý ég á Selfossi. Já. Og þú býrð á Akureyri, þetta er bráðum. Já. En ef við kannski fyrst að fara í smá auglýsingar, en þau eru aðeins fyrir Selfossinga og Akureyringa eins og okkur. En í Krónunni? Nei, þeir, út að ég nefnilega Selfossinga, en ég má horfa á auglýsingana. Þetta er bara Selfossinga. Já, ég vil vera í auglýsinga. Jú. Áfram Selfoss. Góðan daginn, ég heiti Njáll Haraldsson, ég er nýráðinn ekki á fréttir til að lesa fréttir vegna þess að dagur er að gera eitthvað annað. Já, það eru svo margir veikir eitthvað, ég veit ekki. En já, við fréttum helst að Vigdís Hauksdóttir hjá Miðflokknum hætt að bjóða sig fram í borgarstjórn og að, hvað er handritið, hvað sett ég það? Sett ég handritið, það er gamalt. Það virðist að ég get ekki fengið andrið, en við skulum fyrst fara í þetta. Aftur yfir til þín dagaröðu, held ég að þetta verða. Jú, það er rétt. Ég hef hugsað. Ég hef núna ákveðið að hætta í borgarstjórn. Og það er ein ástæða fyrir því. Og það er Dagur B. Eggertsson. Allt kjörtímabilið hafa Dagur eyðilagt allt fyrir mér. Dagur er eina ástæðan fyrir því að ég hef hugleitt sjálfsmorð síðustu 4 árin. Og það er hreinlega bara aldrei vinnufriður þegar Dagur er í gangi. Ha? Vinnufriður? Það er mjög mikill vinnufriður þegar Dagur er í gangi, ha? Ég sagði að það væri mikill vinnufriður þegar Dagur væri. Nei, lítill. Nei, fyrir ekki, ég er svolítið glemin. En nú ætla ég að fara að hengja mig. Dagur B. hefur eyðilagt líf mitt með göngukott. Það byrjaði allt saman þegar ég gat ekki rætt bílnum mínum hjá Ráðhúsinu og sagði helvítis Dagur ákvað að fara í Miðflokkinn, ég þekkti sem ekkert sko bara í borgarstjórn. Og þá bara hann hefur eyðilagt líf mitt síðan þá. Þannig að Dagur, ég ætla að taka vídeó af mér, dreifna mig, senda á fjölmiðla og segja þetta er Dagi að kenna. Bless. Hvað, er Stormar ekkert að koma? Nei, hann Halló, hæ. Ertu ekki hvað ég segi? Ég ætla að þú með COVID. Nei, ég er ekki með COVID. Nei, alltaf. En ég er komin sæl og velkomin í barnafréttunum. Já. Nei, Börnin hata þig. Sorry, það eru börn að horfa. Sorry, gera þetta frá mig. Komið sæl og verið velkomin í barnafréttatíma skjásins. En við ætlum aðeins að líta á skemmtilegt fólk og skemmtileg lög. Það er komið nýr kall á grínskirinu, hann Halli. Já, við fórum. Já, hver er mannes... Já, Halli, getur ekki sett svona skemmtilega manneskju hérna skjá? Ég fór svona trommuslá, svona... Settu uppáhalds manneskjuna þín sem börnmanneskja. Nei. Nei, ok. Nei. Já. Ekki manneskju. Nei, ekki gera það. Ok, settu bara á Halli. Já, settu á uppáhaldslagið. Nei, ekki hlusta á þetta. Ekki þess. Ok, fáum aðra mannesku skjáin. Ekki þurfa að sjá manneskjuna hana frá. Nei, ekki þessa. Annað. Nei, ekki setja barnana ykkar á skjáin. Nei, næsta. Njáll. Já, við skulum taka þetta niður. Þetta er Halli, þú er drekinn. Já, og byrja að horfa því að aldrei sé sem ennaður. Þormar. Já, takk fyrir þetta. Maður er ásins eða eitthvað ef ég
Sæl og velkomin þáttinn Mýrin, saga tækninnar frá 1824 til dagsins í dag. Í þessum þætti að fara hvernig spólur virkuðu á óvár. En hérna eru fyrstu spóluna. Hún var þreytt á prjón. Hún geymdi myndina með alltaf hreinu en sem ending. Já, það ekki hægt að skoða svona vélar voru upplega notaðar og þeir einfaldlega virka ekki í dag, þannig að það er ámægilegt að sjá hvað var á þessum filmum. Mér sýnist að þetta hafi verið svolítið mikið þess að þetta hefur lent í fleggju. Næst var filmað svona korksteipan, það var þetta að filma 1 mínútu og 1 svona. Það var mikil tekni, Næst kom svona, það var þetta að filma alltaf 30 sekúndur á eina svona og það þótti mjög stórt og margar frægar kvikmyndir teknar upp eins og Lóið og Flígultréð upprunalega útgáfan. Þá var notað svona tekni. Þetta var skammlíft fyrsta hestgerðartekni, kom stuttu síðar. Það var tekið upp á svona og hægt að snúa og klippa með altari hérna. Já, svona notast við í dag. Það er hægt að taka 12 sekúndur og eina svona. Í nýlegum kvikmyndum þá þarf ofta að nota 1000 svona tækja. En já, það er erfitt að skoða margt af þessu, en takk fyrir að horfa. Verið sæl. Okay. Ég ætla að stöð. I'm Tormóður bom bom bom. I'm Tormóður bom bom bom. I'm ready for this shit. Okay, hi. Nú ég að vera með skjá TikTokið. Því Lilli í fangelsi. #jail. En ok, í dag ætla ég að vera með ykkur að tjóa. Gjörðu þetta vel? Ok, gerum það. Það var alveg venjulegur dagur hjá Svæðarstofni. Ég var beðin að koma í hús, opnaði dyrnar. Þá fór ég aftur í sama herbergið. Ég sem held að ég væri bara venjulegur gamanleikari, bandarískur að gera vonda skómyndir og ég held að ég væri dáinn en greinilega ekki. Opnaði herbergið aftur og þá var þetta sama. Ég veit að karakterinn minn alveg eins og karakterinn í Naked Gun. Síðan opnaði herbergið aftur, þá var alltaf það sama. Þetta var mjög skrítið. Ég áttaði ekki hvað var í gangi. Það var mjög ruglandi og enginn áttaði sig á neinu. Það var þá sem ég fattaði að ég var ekki einn. Heldur var þetta vítarheimur. Það fjöldarum í gangi. Hvernig í fjöldarum ert þú? Ég og þú úr annarri vídd. Ég þú úr annarri vídd þar sem ég ekki þú. Hvernig virkar það? Nei, ég veit það ekki. Ég þú bara. Ég er bara bandarískur leikari sem ég peninga á að gera. Ég að skóla þér. Ég vandi með mér. Ég var bara frægur. Ég var. Veitu, hvað er þetta barn að gera hérna? Ég er þú, nefnum bara ég veit það sem ég er í barnavagn. Ok, ég held að vera tónlist. Hlustaðu þegar Gína kallar. Hlustaðu, svaraðu þegar Gína kallar. Nei, hvað ertu að gera? Nei, hvað? Nei, bara við megum ekki sýna söngvakeppnina. Já. Og... Já, það flytta þér á útgáfu. Já. Já. Ekki. Hvað syngja Gínu sem var hérna? Já. Viltu gera pervin? Heyrðu, hvað þú aftur að lesa fréttir? Já, ég ætla að gera það. Þetta voru auðvitað gráð. Yes sir.
Já, þetta var góð svona selfistingu-hugsangar. Sem ég sakna samt í Kópavogi, maður gengur inn í veðbæðum og svona svung, I understand you. Nei, bara byrja að sletta kallinn. Já, sko, vegna þess að sko, íslenskan svo ljót, þannig ég ætla bara að byrja að tala ensku. Enska miklu ljótara. Öll þessi íslensku orð, af hverju tölum við ekki bara ensku? Já, þetta svo mikið shit. Bara af hverju til Icelandic? Það var bara að tala ensku eða hvað? Ég var að lesa smá svona bók í gegn, sko. Já. Í bókinni var svona chapter Prime Minister of UK. Þetta var rosalega cool, sko. Vegna þess að í storyinu var svona virus. Já. Yes. Talandi svona mismunandi tungumál og svona mismunandi hefðir. Og það er dálítið mismunandi hefð þegar maður flytur úr einum bæ í annan, dálítið svo þegar ég flytti úr Kópavogi í Selfoss. Sem þú vissi kannski ekki, áhorfendur eða hlustundur veit kannski ekki að ég býr bara Selfoss. But does, Selfoss, hefur Selfoss svona shopping? Jú, þetta bara rugl, Doddi. Ok, nú eru leinigestir komnir, Bassi Marge og Binni Glee. Halló, Bassi. Áttu þeir verið komnir? Já, þú ert Bassi. Hæ, Bassi. Þú ert svo funny, Bassi. Halló. Og ég var Binni Glee. Þú ert Binni Glee. Binni Glee for me. Ok, Binni Glee. Loki. Hæ, Bassi. Loki, Oh my god, þetta gestirnir forever. Ég verð að fara síst og ég þarf að fara... Já, bye Binni Glee, bye. Ég þarf að fara með 5 ára dóttur. Já, bye. Áttu 5 ára dóttur? Til hamingju. Ég á ekki 5 ára dóttur undir en ég meinti ég þarf að fara... Við erum followers rising up. Fyrir konuna mína. Þetta svo old fashioned, svo old school. Netflix, bye. Komið sæl og velkomin í spurningaþáttinn. Já, núna var öskudagurinn daginn og mörgum börnum finnst mjög gaman að eignast nammi. Jú, þetta kostar mikið pening og það er auðvitað að finna margar leiðir til þess að fá þetta ókeypis og það nota bara allt árið í kring. Oft samt nammi búið hjá fyrirtækjum, það eru gráðum gríslingur. En við höfum fundið leið til þess að fá meira nammi. Já, góðan daginn, þetta tryggingamiðstöð Sjóva, get ég hjálpað þér? Nú frosta fróni, frísi æðum bróð, þegar kuldalega, kafri jökulhjá, þegar laxa fróni, yfir í þakki, það verður vassi. Elska ís. Get ég hjálpað þér? Öskudagur. Já, hvað á ég að gera fyrir þig? Það öskudagur, nammi. Við gefum nú ekki nammi hérna hjá Sjóvá, því miður. En það öskudagur og maður á að fara í fyrirtækjum. Því miður. Já, en mér langar að fá nammi. Já, við gefum ekki nammi, þú verður... Það öskudagur. Já, hvernig var að koma nammi til þín? Bara heim til mín. Í póst? Nei, bara dingla heima hjá mér. Alls ekki þetta. Ég bý hérna bara á Dúfnahólum. Já. Dúfnahólum 2. Bara þau kemur bara. Það er ekki alltaf lagi. Ég ætla að biðja að skella á. Við gefum ekki nammi. Nei. Ég ætla ekki að skella á þetta. Ég veit að þið megi ekki skella á. Þannig að það er fyrir allan dag. Þannig að einu sinni þá var ég hérna upp í Suðurhúsa og ég var að bóksa mikið á dóti. Ætla að gefa mér nammi. Fyrst að ég svolítið eitt og þengi. Ok, ég bara verði í allan dag. Ætlar þú að gefa mér nammi? Við getum ekki gefið nammi. Jú, þú fer núna í búið að gefa það. Ok, þannig ég ætla að segja mér skemmtilega sögu þegar pappi minn. Hann var alltaf að klippa tærnar en einn daginn þá gat hann það ekki. Já. Hvað, ætlar ekki að... Það er ekki að gefa mér nammi. Ég er upp á því að geti. Byrja smá stund, ég kemur svona. Ingimar.
þetta gekk kannski alveg upp, en við viljum að sjá hvað annað þið getur gert. Afsakið, þetta gangur hlutasparð fyrir starfsmenn. Ef það er slags sningið þá verður að fara að nota aðalenganginn. Já, bara býta hans. Hvað? Get ég hjálpað þér eitthvað? 90 Ok. Kannski myndi ekki að hringja. Já, fínt. Já, sæll. Já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, sæll, já, fínt. Já, sæll. Já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, sæll, já, fínt. Já, sæll. Já, fínt, já, halló? Hver ætli sé að hringja núna klukkan var 8 kvöldmatartími? Hver ætli sé að hringja? Davíð, vissst þú? Ég hugsa Lenny. Já. Ég er nummer Vaffuarskólu og bréf frá Amnesty International. Já. Takk, Jósef. Hvað? Þetta er leið. Guð minn góður. Ég verð að spila þessa skólu. This is WSMW-TV, Channel 27, presently broadcasting to subscribers with Preview. TV 27 telecast conventional on Scrabble broadcast. Ugly naked guy is decorating his tree. Oh my God, you should see the size of his Christmas balls. Hey, how much did you guys tip the super this year? Yeah, we were gonna give 50, but if you guys gave more, we don't want to look bad. Oh, actually, this year we just made him homemade cookies. And 25 it is. You gave him cookies? Money is so impersonal. Cookies says someone really cares. All right, we're broke, but cookies do say that. 9 a.m. and 9 p.m. Monday through Friday, and Saturday 9 a.m. to... Kom inn. Já. Svona. Lilli litli Ómarks, kærður fyrir mannsláttur 12. mars 2002, vélrúllar, hæð 1 metri og 75. Býtu bara til svona Sonnenberg? Já, hvað er það að kæra mig? Hvernig hittast þau best að hafa í gasklefanum? Nei. Við ætlum ekki að myrða þig. Lilli. Þú reyndar, en við ætlum ekki að setja þig í gasklefa. Já, svo Við ætlum að setja þig í rafmagns. Lilli. Hafið það hljótt? Já. Lilli, þú mátt tala. Ég var bara þarna og það var konan bara vöfflur. Bara langa vöfflur. Það er afsökun sem að allir segja við okkur. Já, ég var bara með skeið. Hendur niður, Lilli. Ég var með skeið þegar ég held að það myndi ekki Skeið? Þetta er eitthvað. Hvað voru það húðvarnir í kringum líkið að gera? Það kom... Lilli, 30 sekúndur eftir, hvað viltu segja við? Mummi, settu það á hérna. Ok, Lilli, það er 30 sekúndur eftir, hvað viltu segja? Af hverju er ég fangi F-A-U-P? Af hverju er á? Þetta er íslensk þýðing. Þetta er ekki íslensk. Þetta er íslensk þýðing. Já, þú ert Íslendingur, við höfum Íslendinga. En já, áfram Lilli, 15 sekúndur. Hættu þessu bandun. Já, það er 15 sekúndur eftir, hvað viltu segja við starfsfélaga og kollega? Bara borði ísinn í frystina sem ég eldaði síðasta sumar. Hann er Gústaf. Nema, býðu eftir það að ég mun loss. Segja þarra, ég er svo sorry. Starri fær engin skilaboð frá okkur.
Lilli. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you vildir fara burt með mér og ég pæli oft í því og þér því að þetta ævintýr. Okay. Ég skal ná bílinn með þér. Það er 15 leið að spila. Nú ætlum ég að fara í næsta hús á móti og gera alveg það sama. Er ekki góður söngvari? Ég svo bara hvað sagði Ari þegar við hittum fimmara? Hvað? Fimmari. Takk. Ég veist þetta gólfi, þetta er svo nýtt. Spila næsta lag. Ævintýri líkast, hef aldrei fundið svona tilfinningar. Ég er að skoða vísindabók Villa. Veistu hvað, þetta er leiðilegt. Ég ætla að skoða einhverja aðra bók sem er ekki vísindabók Villa. Hvaða bók ég skoða sem er ekki vísindabók Villa? Ég ætla að skoða Víkingabók Villa. Þetta er Víkingabók Villa.